Arna Sif Ásgeirsdóttir, Fili. Arna, fyrstu viðbrögð eftir 2-2 jafntefli gegn KR í dag? Fyrst og fremst bara vonbrigði. Við förum í alla leiki til þess að vinna og það tókst ekki í dag, þannig að við erum bara eiginlega svolítið mjög fúlar. KR mætti hérna, þetta er lið sem er á botninum, en það sýndu það nú í dag að það er betra að vanmeta, það ekki? Nei, og við vissum það alveg fyrir. KR er með frábært lið og með marga góða leikmenn og við vissum að þær eru að berjast fyrir þessum stegum þegar þeir eru á botninum og þurfa að halda. En við mættum þeim ekki, fannst mér, og vorum bara lengi í gang og seinar og eftir á og mér fannst eiginlega bara pínu betri við þetta. Já, og við lendum tvisvar undir gegnum í dag. Já, við gerum það og það var svona eins og við hefum þurft að fá marka á okkur til þess að byrja leikinn sem er eiginlega bara ekki boðlegt. En það sýnir svo sem ákveðin karakter að koma tvisvar tilbaka. Við getum kannski tekið það sem bara jákvæmt út úr þessum leik en já, þær eru bara mjög sterkt lið. Undir lokin má segja hafi meiri hörskot við hælum þegar þú bjargar á marklínu bara undir lok leiksins. Já, stundum þarf maður að vera bara réttur maður réttum stað og það var ég í þetta skipti. Þannig að við vorum heppnar, það má alveg orða þannig. En svo líka má segja að það var KR var líka pínu heppni þegar Andrea mistátti þrumuskot í slána hérna í fyrri hálfleik. Já, og við fáum 3 alveg mjög góð færi, allavega 2 dauðafæri til þess að vera bara búin að klára þennan leik í fyrri og fyrir minn part eigum að vera allavega 3-1 yfir í hálfleik. En þetta fjall ekki beint með okkur í dag. Svo náttúrulega fá þær ágætistækifæri en ég held að við tökum stigið bara, má ekki segja það. Það ekkert að væla, svo bara næsta verkefni það er Valur í 8 úrslitum hérna eftir viku. Já, það er rétt. Við svekkjum okkur á sig í dag og hérna kannski í kvöld en svo vöknum við bara hressar á morgun og byrjum að undirbúa okkur fyrir næsta leik. Takk fyrir. Takk fyrir.